og Sara Sif Helgadóttir, hún var í vígahug, það rann á hana æði í þessum leik. Hún átti ótrúlegan leik. Hún varði, tölfræðin segir okkur annað hvert skot. Hún með 21 varnbolta af 43, rétt undir 50% markværslu og þetta voru alvöru færi sem hún var að taka. Hraðablöpu, víti, skot fyrir utan, hornafæri og ég bara, þetta var eiginlega ótrúlegt. Nei, það er svo séu bara, þetta tveir í marki. Þetta var miklu meira líkur og hún myndi verja einhvern veginn heldur en ekki á 80 og eins og við bara skoðum aðeins svolítið tölfræðina, þá gerði svona tölfræðin ráð fyrir því hún væri að verja svona það bil 15 skot í leiknum með við færin sem IBF fær. En hún að verja, 21. Þannig að hún að taka sko 6 til viðbótar við svona sem eru ólíkleg, eins og til dæmis svona vítakost. Þannig að, já, það er máli segja að runni á hana æði. Hún var bara frábær í leiknum. Hún var alveg frábær og maður sá það bara að IBF stelpu og þetta að fara aðeins í hausinn á þeim. Og þá svona voru, já, bara slútinu auðvitað líka, þú veist, þetta er svo sálrænt oft þegar markmenn, þú veist, detti í þennan ham. Maður vita bara einhvern veginn sjálfur og þá er oft svona sálfræði hlutin einhvern veginn komið yfir höndina og hún svo sannlega bara, hún var bara frábær í þessum leik og gerði IBF lífið. Sóknarleik IBF, öfutur leikinn í Eyjum, að hann var höktandi og Haukarnir náttúrulega, Rakel, það er eina ástæða kannski fyrir því að Sandra Erlings hún var í sérgæslu. Já, Haukarnir svona klippa hana mikið út úr leiknum og hún nær aldrei að koma sér takt og eins og var hún frábær í leiknum út í Eyjum eins og við talum á hann, þá bara kemst hún ekki í takt í þessum leik og þetta bara út að hann mikið klippt út og það svona riðlar rosalega bara tempóinu og flæðinu í sóknarleik IBF. Þar eru Agnes og Birna Berg einhvern veginn bara kasta boltann á milli og ekki alveg nógu markvissar árásir og tæmingarnar ekki góðar. Þær fara hérna aðeins í 7-6 sem hefur verið að gefa vel af því að Haukarnir hafa verið að gera þetta áður en svona, þetta var ekkert þetta með þeim í þessum leik. Líka samanlega því, fróðlegt þessu, þær færi 7-6 og setja Birnu Berg niður í hægra horn á meðan þær spila svolítið 7-6. Það eru auðvitað að þrýsta og Haukarnir falla niður. Sum lið halda bara uppi og halda sinni 5-1 vörn eða plús. Mér fannst sko, af því að þær fá flota boltan. Spurning hvort þær hefðu, ég veit ekki hvort að heppnaðist ekki nógu vel að fá Birnumuna bara úr horninu. Við séum leikir að hún sækir bara niður í horn og nærða að setja klippa hana bara inn. Já, klippa hana bara inn, eins og hún er eiginlega að koma hérna á leiðinni tilbaka. En mér svona ekki ná að nýta sér það að þrýsta Haukunum nægilega vel niður með þessu útspili 7-6 því að það var eiginlega takast, koma þeim aftur inn fyrir punktalínu og svona búa til pláss. Einmitt, og líka það sem að Haukarnir gerðu mjög vel, að þeir bara sko lokuðu á út í línuna en hleyptu hornamönnunum inn. Já, sko þetta er svolítið leikstíl Haukana. Við sjáum hérna þessi færi. Sko, Haukarnir þétta svakalega á miðju og ef við skoðum aðeins hérna hjálpar vörnina hjá Haukunum, þær eru alltaf mættar og það er bara augljóslega taktíkin þeirra. Það er bara þétta inn á miðju, þétta og frekar að fá boltann niður í horn og svolítið treyst á það að Sara taki boltann sem hún bara gerði í þessum leik og þetta gekk upp í þessum leik. Þetta verða kannski IBF stelpur að horfa á og reyna að ná að sjáum hérna, það er bara alltaf komin hjálp og hornamenn verður gríðarlega mikið fríar í þessum leik. Þær eru með 11 skot og svo eru líka feilar. Sjáum hérna til dæmis langaði að sýna bara hjálpavörnina, þarna erum við líka með hornamann sko. Birna hefði getað haldið breiddinni þarna og bara dauðafæri niður í horni. En nýtingin hjá hornamönnum IBF var því miður bara allt og slök. Við erum með 4 mörk úr 11 skotum og vilt að fá í það minnsta kannski 7, helst 8 mörk. Er það ekki mjög freistandi bara að halda því áfram? Í oddaleiknum? Já, ég hugsa að Haukarnir fara ekkert að breyta mikið út af vanum. Þetta er svolítið þeirra leikstíl varnarlega. Þær vilja bara vera svolítið passíft og þær vilja þétta og spila sér hérna hjálpavörn. Og nú þurfa bara, þú veist, hornamenn IBF þurfa bara aðeins að bara núllstilla sig og þetta eru leikmenn sem eru bara með góða nýtingu í vetur. Bara aðeins að núllstilla kollin á sér og kannski skoða þetta eins og vídeói og
og bara fara afslappaðar inn í óttaleikin. Líka bara eins og við vorum að ræða hérna áðan, Haukarnir munum örugglega halda áfram plúsa þess að söndru og taka svona taktinu í IBF-liðinu. Þá líka bara, hvernig verða lausnir Eyjamanna við því? Hvernig verður þetta 7-6 eða verða þær með aðrar leikfléttur eða setja þau kannski bara söndru í aðra stöð? Þetta útspil og þessi svona kapall sem að verður núna til svolítið skemmtilegur og eins þá IBF-megin á móti Emblu sem við vorum að ræða hérna sem svona svolítið leikmaður Haukanna í þessu útspili. 2 atvikina sem vildi skora skondið mark sem að Haukarnir skora. Já, hérna bara línusending á Telmu, hún fer einhvern veginn í gegn og Ingadís fyrst að átta sig þarna og IBF er alveg brjálað. Enginn í marki. Við benda línu þarna. Þetta hún stígur ekkert að lína, þetta snýst bara boltinn í gólfinu þegar hún tekur hann. Horfum á skuggan undir boltanum. Í næsta slóm og eftir. Mér sýnist þetta bara vera löglegt. Hann á lofti og hún næra að grípa hann og þá er þetta bara virkilega vel gert hjá henni. Þetta er ekki auðvelt. Þannig. Hún fer ekki í gólfið. Nei. Þetta er bara spurning hvort að litla táin sé þarna á línu sem við sjáum hérna, sem er ekki. Nei, frábært umgjörslag. Frábærlega gert og geggjað mark. Annað geggjað mark, Sara Oddin. Já, þetta geggjað mark. Þær eru líka þarna í undirtölu og svona, þetta var svona kannski síðasti sénsinn fyrir IBF að koma með áhlaup og það búið að ganga illa í þessari sókn, höndin komin upp og taka eina svona slummi þarna 10 metrum fyrir utan hægra megin. Sláum stöngin inn. Já, þetta svona, já þetta var þungt mark fyrir IBF. Já, þungur hnífur eins og. Dá að vera það. Já, Sara Sif, maður leiksins með 48,8, hækkuðum upp 49, það er bara með einhverju rosalega framistöðu.